Góðan dag og velkomin á þennan 40. fund sveitastjórnar Rangárþings ytra. Ég ætla að byrja að fara yfir mætingu. Þessum mætt eru Eggert Valur, Margrét Harpa, Þórunn Dís og Viðar Már fyrir álista, Björk, Eydís og Ingvar fyrir D-lista, Jón Valgeirs og sveitastjóri situr fundinn, skrifa fundagerð og Ösp Viðarsdóttir sér útsendinguna að tæknimáli. Ég ætla þá að kalla eftir hvort það einhverjar athugasemdir við útsend fundaboð. Svo ekki. Og þá göngum við til dagskrár. Og fyrsti liður dagskrárinnar samantekt sveitastjóra. Þessi sveitastjóri fer yfir svona helstu verkefni sín síðustu vikur. Gjörðu svo vel, Jón. Já, góðan daginn. Já, það svo sem allt farið á fullt hérna hjá okkur og svona ef við stiklum á stóru þess yfir þetta sem hefur verið að gerast svona kannski að það auðvitað var auðvitað eins og hefur verið komið fram að það var auðvitað fór heilmikil umræða fram við sambandið við kjarasamninga kennara, samráðsfundir þar við sambandið og alls konar umræður það og reyndar svona ákveð misskilningur að setja sveitafélag ykkur aðkoma að þessum kjarasamningum, það er þetta sambandi sem umboðið. En vel að deilan sé leyst, þó verði vissulega ákveðin áskorun að þarna klára fjárhagslegu hliðina öllu saman. Nú síðan mætti ég á formulega víslu á starfsstöð Viss á Hvolsvelli, í leikskólanum þar, og það sett mikið framfæra skref að þessi þjónusta komin í mjög góða aðstöðu og tækifæri til að auka þjónustunni við þennan hóp verulega. Og margir í okkar sveitafélagi sem að sækja þangað þjónustu. Síðan var fundur með fulltrúum BOFS sem barna- og fjölskyldustofa varðandi fyrirhugað starfsemi Lækjarbakka í Gunnarsholti og mögulega þjónustu þar varðandi kennslu fyrir börn eins og við hefum reyndað sinnt áður. Það frábært að það sé búið að finna þessari starfsemi staðsetningu í sveitafélaginu aftur í Gunnarsholtis, þessu merka stað. Og eins og hefur framkemur líka í umræðunni núna að þá veitir ekki af að búa þessum börnum góða þjónustu. En ef ég skil þetta rétt þá þá gert ráð fyrir þetta geti byrjað í haust ef vel gengur. Nú síðan hefur við líka verið að funda með starfsfólki Reykjagarðs í sambandi við fyrirhugaða stækkun á starfseminni og Hellu og tengdu málum. Þetta einnig mjög spennandi verkefni og tækifæri við landbúnaðinn og svæðið allt. Að fá starfsemina heim í hérað. Nú síðan var tekin hérna svona stuttur stöðufundur með sveitafélagunum í Rangárþingssýslu með HSU aftur vegna læknamála í sýslunni og það var mjög upplýsandi og svona bara komum fram góðar upplýsingar hvað væri að gera. Það búið svona kannski að staðnir að skána sem sagt en það vantar þá fasta lækna og maður þetta bara hvetur alla góða lækna til að sækja En síðan á að taka aftur stöðunni í maí á málinu. Halda þessu samtali milli heilbrigðisstofnunarinnar og sveitafélaganna áfram sem vel. Nú það hefur verið áfram fundi vegna valdaversins með starfsfólki Landsvirkjunar, það sem hefur verið svona að fara í praktískari mál núna í sambandi við framkvæmdir. Það verið og það svo sem allavega fyrstu niðurstöðu svo að þessi framkvæmdaleyfi og annað sem að sveitafélagið hefur gefið út hefur haldið, allavega það sem komið frá úrskurðarnefndinni. Og svo hérna líka verið að vinna á spennandi liðaverkefnum sem eru meðal annars stoppustöðar fyrir ferðamenn bæði utan og innan Vessins sem mjög skemmtilegt mál að klára. Nú síðan þessu tengd þá fylgdist ég með aðalfundi Landsvirkjunar í fjarfundi reyndar og það sem kemur fram að þetta fyrirtæki eru að skila miklum tekjum til ríkisins og þarna síðan auðvitað ákveðin skekkja sem þarf að leiðrétta að það þarf auðvitað að klára þessi frumvarp skattlagningu orkumannvirkja og fleiri tengd mál þannig að þarna ef ég skil máli rétt þá það kannski að komast á fullt skrið í haust. Nú síðan satt ég hérna í pallborði á ráðstefnu KPMG og orkuklassans þar sem var fjallað stöðu vindorkan á Íslandi. Þar sem ég var að fara yfir sjónum með sveitafélagsins og auðvitað legg áherslu á það að Rangárþing ytra stórveldi á sviði vindorku á Íslandi bæði með Þykkabæinn sem gleymist nú ansi oft í þessari umræðu. Og svo einnig náttúrulega Valdaverið sem náttúrulega svona pæjónirverkefni í þessu öllu saman.
síðan var hérna svona kannski svona smá innri mál, það var svona verið að skellti mér að fundast með Heklukoti og grunnskólanum á Hellu, þar sem að stjórnendur voru að fara þess yfir og reyna að samræma svona ákveðna hluti sambandi flutning á leikskólanum yfir í grunnskólan, þannig að þetta verið svona sameiginleg starfsemi, því þarna klálega tækifæri að samþætta ákveðin mál og gott og mjög vel gert hjá þeim að fara að byrja að snemma að ræða þessi mál til svona að velta ýmsum möguleikum í stöðunni, því þetta eru klálega bara tækifæri. Nú í sambandi við skólana þá skellti ég mig líka hérna á fund hérna sem foreldrafélögin í grunnskólanum í Rangárþingi Eystra og Ytra héldu í sambandi við snjalltækjanotkun í leik- og grunnskólum. Þetta er auðvitað mál sem er líka í umræðunni og mjög mikið auðvitað verið puttar á púlsinum þessu og hérna stofnarnir okkar svo sem hafa tekið ákveðin afstöðu til þess að vera með ákveðin svona stýringu á þessu sem ég held að sé vel. En þetta er klálega mál sem þarf að hafa augun á. Nú síðan var verið að opna náttúruverndarstofnun á Hvolsvelli og svona formlega, þó hún byrjaði starfsemi sín áramótin og frábært að fá svona stofnun í héraðið, styrkur fyrir okkur öll og eins og segi þannig eru verkefnin að koma heim og aðalstöðvarnar þá í leiðinni og vonandi verður þetta eitthvað sem vindur upp á sig. Nú, síðan er nú kannski hérna og kannski svona ákveðin tímabót hjá mér, ég satt hérna fund í skólanefnd FSU í síðasta skipti, skipunartími rennur út núna reyndar bara í lok vikunar, þannig þannig er maður búin að vera vist í 13 ár sem er bara mikið tími, gaman að vera þarna, þetta er frábær stofnun og er búin að vaksa og dafna sem sagt í öll þessi ár frá stofnun og mikið tækifæri þarna fyrir allt svæðið. Ég segi nú ekki að það hafi verið mótvægisaðgerð en einhvern veginn lendi ég nú aftur í stjórn sorpstöðvarinnar og þar er maður byrjað að setja fundi aftur og bara gaman að vera aftur komin í úrgangsheiminn því að þessi málaflokkur eru oft vanmetin og eins og ég hef talað lengi að við hefum mikið verðmæti í sorpstöðu Rangárvallasýslu sem við þurfum að passa upp á, þannig að það sé nú sagt. Nú, síðan náði ég að kroppa í eitt þorrablót, ég mælti á Holtablótið á Laugalandi, frábær skemmtun og ekki fyrst ekki sem að ég var að borða þorramat á þessum rúma mánuði sem að þarna er liðin og þetta er örugglega gott fyrir landbúnaðinn og veitir ekki af að hafa sem flest þorrablót og menn mæti og éti. Nú síðan var nú hérna mánudaginn að þá skruppu við hérna nokkur hérna á skrifstofunni á kynningu sem að Guðni Ágústsson fleiri kappar voru að kynna okkur í sambandi við Njáludaga hérna í Rangárþingi í haust og meðal endurvekja brennureiðina og skemmtileg hugmynd sem vonandi verður að veruleika enda þarna líka aðalega sem að verið stafir upp á tíma Njálu sem þetta auðveldar alla skipulagningu og svona viðburði. Nú síðan er kannski hérna svona að lokum hérna svona smá mál sem að kannski maður veit ekki aðtekla á að skrifstofun hérna og þjónustumiðstöðin var með sameiginlegt skyndihjálparnámskeið þar sem að við vorum hérna bara eftir hádegi nokkra klukkutíma að fara yfir skyndihjálp og svona rifja það upp og læra og þetta er alltaf gott og nauðsynlegt bæði til að svona þétta hópinn og rifja upp það sem maður hefur lært í þessu í gegnum tíðina. Þannig að maður er útskrifað skyndihjálparnámskeiði sem er alltaf einstaklega gott ef umræður verða erfiðar á 17. fund einhver fær hjartaáfall við umræðuna hérna, þannig að núna er ég bara alveg klár í bátana. Takk fyrir. Takk fyrir það, Jón. Gerðu svo vel, Ingvar. Já, oddviti, bara þakka fyrir svo rafmagnar oddvitin í dag, maður hérna. Þakka fyrir bara fína yfirferð og hérna greinilega mikið að vera, það er bara ein ábending, það er ekki fyrirspurning athugasemd varðandi þriðaliðin, bara hvort það sé ekki örugglega búið að kynna þessa breyttu starfsemi fyrir íbúunum, þetta er auðvitað þjónustu reitur og allt það og sjálfsög ekki aðalskipulagsbreyting held ég en þetta er ný starfsemi á svæðinu, þannig að íbúakjarnin kannski svona ef það er ekki búið að það sé kannski þá örugglega gert að fólk sé upplýst en annars bara frábært að þetta sé komið á þennan spöl. Jón, svara þessu.
Til upplýsingar, ég komst reyndar ekki sjálfur á það fund út af öðrum verkefnum en sem sagt, Boss hélt sérstaklega kynningafund upp í Gunnarsholti fyrir sem sagt starfsfólkið og alla sem eru að vinna þar sem sagt á svæðinu þar sem að þetta var allt saman, þess að þeir fóru vel hætti í verkefnu, þetta var kynnt, þetta er vissulega alveg rétt, þetta er auðvitað ákveðin svona sérstök starfsemi, þannig að það á að vera held ég nokkuð vel kynnt á því svæði sem auðvitað er náttúrulega raun og veru það svæði sem að kannski svona stendur þessu næst. Takk fyrir þetta. Þá förum við bara strax í lið 2 sem er hérna starfsskýrsla byggðaþróunarfulltrúa. Þar sem er lögð fram til kynningar starfsskýrsla byggðaþróunarfulltrúa Rangárþings ytra vegna ársins 2024. Og bara ágæti skýrsla sem er hann í gögnunum ykkar og ég ætla að gefa orðið laust hana og hérna svo var svona hugmyndin að byggðaþróunarfulltrúinn komi inn á næsta fund hérna byggðaráðs og færi kannski enn betur ofan í þetta. Það þyrfti svo að vera í samráði við Rangárþing eystra hvernig fyrirkomulag við ætlum að hafa á þessum starfsskýrslum afskýrslum byggðaþróunarfulltrúa það virtist bara hafa glemst á sínum tíma þegar hann kom til starfa hvaða fyrirkomulag við ætlum að hafa á þessu en gjör svo lengur. Já, oddviti ég ætla ekki að fara mikið efnislega onni í skýrsluna því að það stendur nú til að hitta hérna byggðaþróunarfulltrúa og geta þá spurt nánar út í þetta en þetta er auðvitað bara yfirgripsmikil skýrsla og ýmislegt þarna sem að hann hefur verið að sýsla við. Svona auðvitað einhver atriði sem maður myndi vilja spyrja út í kannski nánar en hérna það er náttúrulega ekki til svara hér þannig að ég velti því svona fyrir mig samt sko hvort að við þyrftum að skoða þá líka með mögulega samstarfssveitarfélögum og allavega þá fyrir okkar hönd svona eitthvað aðeins formlegri kannski vettvang að hitta hann 2-3 á ári eða eitthvað til þess aðeins að svona fá stöðu á verkefnum og annað. Maður sér að það er náttúrulega, hann er búin að vera að vinna mörgum verkefnum hann en maður kannski ekkert mjög vel upplýstur endilega hver staðan að þeim sumum hverjum og sumt kannski eitthvað sem að sjálfur sér er bara þjónusta við íbúa og fyrirtæki jafnvel og ekki þá kannski eitthvað sem við þurfum að vera sýsla mikið með en ég svona velti því fyrir mér hvort að það geti verið hérna og hvort að það væri ekki til bóta. Ég held að aðeins að hitta hann eitthvað reglubundnar og eins þá svona kannski hvort að það væri ekki líka full þörf að hafa bara opinn fund þar sem að þá er aðgengi íbúa og þeir svona geta aðeins líka kynnt sér hvað hann er að gera og svona hvert hans starfsvið er líka upp og það að geta þá nýtt sér hans þjónustu í meira mæli. Ég meina það er auðvitað verið að kynna þetta á netinu og með öðrum hætti en ég held að það myndi bara vera ágætis svona vettvangur til að fara yfir svona hvað hann er að gera og hérna og hvernig hann starfar þá í þágu samfélagsins að fólk svona aðeins fá innsýn inn í það meira en þá bara í tilkynningum á netinu. Og ég líka veltaði fyrir mig hvort að það væri kannski ástæða til hann kæmi bara jafnvel í lok sveitarstjórnarfundar eða eitthvað frekar en að byggðaráð sko og þá er nú bara að hugsa að ég veit auðvitað að öll sveitarstjórnin henni er heimilt að sækja fundi byggðaráðs en það hefur ekki verið reynslan og það er kannski fólk í vinnu og annað þannig að það gæti verið svona upp á það að allir sveitarstjórnarmenn séu bara vel upplýstir og fái þá tækifæri til að ræða við hann hvort að það væri mögulega þá heppilegra að hann kemur bara eftir sveitarstjórnarfundið eitthvað sem væri þá kannski ekki beinni útsendingu en að það væri þá aðeins betra aðgengi fyrir aðra en okkur sem sitjum í byggðaráði að honum. Þetta eru svona vangaveltur og pælingar en ég fer efnislega kannski yfir þetta bara þegar við hittum hann. Takk fyrir þetta Ingvar, ég tek algjörlega undir þetta sko byggðaþróunarfulltrúinn þetta er nýtt hjá okkur og hérna við erum aðeins að fóta okkur í því sko hvernig
við gerum best, hvernig við höldum fulltrúanum og fólkinu og öllum sem best upplýstum hvað hann að gera og hverju þetta að skila og ég held að það sé bara gott að taka þá umræðu kannski á byggðarráðsfundur. Mér finnst ágætlega á hugmyndunum að kemur lok sveitarstjórnarfundar, bara vel á það. Kannski taktlaust að vera með byggðarþróun og fulltrúan á opnum fundi en ég held að ættum að svona reyna aðeins að koma þessi fastari skorður á byggðarráðsfundunum og vera þá kannski í samráði við eystra með hvernig við vinnum þetta áfram í framtíðinni en við þurfum að koma þessi í eitthvað svona fast form. Gerum svolítingar. Bara svo það hafi ekki miskilist, ég átti ekki við að við værum að fara að ræða við að sveitarstjórnum og opnu fundi. Ég hafði frekar séð fyrir mér að það væri þó eitthvað sem var að kynna fyrir íbúunum. Ef ég veit ekki hvort að það hafi skilist rétt um mér. En ég var aðalega að hugsa það sem kynningu fyrir íbúa en ekki fyrir okkur að við myndum nú vantilega að ræða við hann bara á öðrum vettvangi. Alveg rétt, ég held að við séum öll á sömu blaðsíðunni með þetta, við þurfum bara að koma þessi í eitthvað ákveðið form og svona vega og meta hvað hann að gera og hverju þetta að skila og svo framvegis. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá þessi skýrsla lögð fram til kynningar og byggðarþróun og fulltrúi kemur á næsta fund byggðarráðs og þá reynum við svona móta þetta betur, hvernig við vinnum þetta í framtíðinni. Þetta lagt fram til kynningar. Þá við lið 3 sem er næstu fundir sveitarstjórnar og aukafundur í byggðarráði vegna ársreiknings, framlagningu ársreiknings. Það sem lagt til að aukafundur verði haldinn í byggðarráði þann 9. apríl klukkan 8:15. Það sem fjalla verður ársreikning sveitarfélagsins fyrir árið 2024 og næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar hefjist hann sama dag klukkan 9:45 strax í kjölfar byggðarráðsfundarins. Ykkur á móti því? Nei, það samþykkt. Og þá hérna liður 4 sem sumarlokun skrifstofu. Það sem lagt til að skrifstofa Rangárþings ytra verði loku frá 1. júlí til og með 1. ágúst 2025 vegna sumarleyfa. 21. júlí, sagði ekki. Frá 21. júlí til 1. ágúst 2025. Þetta ekki takt við það sem var síðasta sumar? Þetta í takt við það sem var í síðasta sumar? Gekk ágætlega. Sammála því, gefa merki. Það samþykkt. Þá liður 5 sem lánasjóður sveitarfélaga. Það framkvæmdalán. Það sem sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga höfuðstóla alltaf 100 milljónum með loka gjaldaði þann 20. febrúar 2039. Í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundunum og sveitarstjórn hefur kynnt sér. Sveitarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu standi tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga, nánar tiltekið í útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Lánið tekið til nýframkvæmda af grunnskólann á Hellu sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Jafnframt Jóni G. Valgersinni sveitarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Rangárþings ytra að undirrita lánssamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka og undirrita og gefa út og afhenda hverski skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Þar með talið beiðni útborgun láns. Ég ætla að gefa orðið laust við þetta. Þetta er minna heldur en við vorum búin að áætla að taka, helmingi minna en við vorum búin að áætla að taka.
En ef okkur vantar meira þá gerum við það síðar. Þessi geta sagði þetta við gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Það er liður 6 sem staða læknamála í Rangárþingi. Það sem liggur fyrir minnisblað vegna fundar sem var haldinn með sveitarstjórnunum í Rangárþingi 20. febrúar síðastliðinn. Minnisblaðið liggur hérna fyrir og ég held við ættum að í kjölfar þessa fundar að kynna minnisblaðið á okkar miðlum, eða kannski ekki heilu lagi heldur, kannski aðalatrið þess að koma fram á þessu fundi. Við getum hérna ykkur sem vilja taka til máls undir þessu lið. Við getum sammála því að kynna efni minnisblaðsins á heimasíðunni og það er sem allt til að bara að hérna bóka það að markas- og kynningafundur og verið falið að koma áfram upplýsingum varðandi þennan fund. Ekki bara bóka það, við getum gert það á eftir þegar við förum með fundakjörn. Allir sammála því. Fínt þá er að liður 7 sem óskum samstarf vegna verkefnis Coming, Staying, Living. Það sem lagt fram erindi frá landsbyggðin Lifi. Það sem leitað eftir samstarf við sveitarfélög vegna norræns verkefnis sem kallast Coming, Staying, Living. Ekki voru lustum það? Það er ekki sem við taka til máls, þannig að ég ætla að leggja til að sveitarfélagið taki ekki þátt í þessu verkefni að sinni. Sem geta samþykkt það, sem það gefa merki. Það er samþykkt. Þá er liður 8 sem fyrirspurn sem barst vegna veglagningu í landi Ægisíðu 3. Það sem lögð fram fyrirspurn frá landeigendum Ægisíðu 3 vegna hugmyndum vegalagningu í landi Ægisíðu 3. Þessi fyrirspurn kom eftir fund skipulags- og umferðarnefndar þar sem var verið að fjalla nokkrar sviðsmyndir sem Vegagerðin hafði komið með hugmyndir varðandi hringtorg hérna upp á við Árbæjarveginn eða hérna upp frá og hérna nefndin tók í raun og veru tvær hugmyndir af þessum 5 út til þess að vinna með áfram. Þetta mál auðvitað á algjöru frumstigi og ekki búið að taka neinar ákvarðanir eitt né neitt og í kjölfarið á þessu bréfi að þá átti ég og sveitarstjóri fund með og Birgir fund með bréfritara hérna á mánudaginn þar sem við áttum ágætis fund og fórum yfir þetta og komu auðvitað til með að vinna. Það er auðvitað svolítið brýnt að við klárum okkur af því að koma inn á skipulag hérna hvar þetta hringtorg og tengingarnar eiga að verða til framtíðar, þannig að það liggi bara fyrir og það séu allir upplýstir og meðvitaður hvernig þetta verður og við munum auðvitað vinna það í góðu samráði við landeigendur. Sjálfur sér þetta ekki afgreiðslumál, þetta er til kynningar. Þetta er svona, ég held ég sé búin að fara svona nokkuð vel yfir hver staðamál sem sér og hvert tilefni var að þessari fyrirspurn landeiganda Ægisíðu 3. Ykkur sem vil taka til máls? Þannig að þá er þetta svona. Málið er að forðaði Vegagerðin og leggur sveitarstjórn áherslu á máli verið unnið í samráði við landeigendur. Og þetta er bara í vinnslu þetta mál. Þá er liður 9 sem beðin að afnota útivistarsvæðin í Nesi til tónleikahalds á sumarsólstöðum. Það sem lögð fram beðinni frá Bjarka Eiríksinni að fá leyfi til að nýta fjölskyldu útivistarsvæðið í Nesi á Hellu til tónleikahalds á sumarsólstöðum 21. júní næstkomandi. Vantarlega alveg nýtt fyrir okkur en hérna ég ætla að gefa orðið laust. Gjörðu svo lengur.
Já, oddviti, hér bara heið áhugaverðasta erindi og svona dæmi frumkvæði íbúa til að skapa, hvað maður að segja, menningarlega vettvang í sveitafélaginu sem að ég held að sé alveg full ástæða til að gaumgæfa vel og og skoða bara af alvöru. Ég svona aðeins að velta fyrir mér hvort að við þurfum, því það var nú tillagum að vísa þessu til markaðsmenningar og jafnréttisnefndar og það ekkert bara að því að hún veit einhverju umsögnum þetta, en ég held að það væri alveg full ástæða líka til þess að kalla, því að bréfritari nefnir nú hann í bréfinu að hann sé tilbúin að svara öllum spurningum neðst og ég held að sé alveg ástæða til þess að kalla kannski eftir aðeins upplýsingum bara inn í byggðaráð sem sagt tímalengd, hvað hann að spá í að hafa, eða hvað áætlað tónleikarnir verið standi lengi. Þannig við höfum kannski einhverjar frekar upplýsingar og ég tala nú ekki upp á grendarkynningu. Ég nú einn af þessum íbúum sem að búa þarna í þessu hverfi og er nú vantilega ekki að fara að gera neina athugasemd á meðan þetta verður ekki einhverju rocktónleikar fram eftir nóttu en mér finnst þetta bara mjög skemmtileg hugmynd. En ég held að væri kannski alltaf bara að kalla strax eftir því hvað er umsækjandi að spá í varðandi tímalengd og er hann ekki meðvitaður að það muni vantilega þurfa eitthvað leyfi og verið að spá í einhverjum varðeldi og þá þarf við vantilega að tala við brunavarnir, skiljið mig. Þannig að við séum með einhverja meiri heildamynd af því að ég held að nefndin kannski sé ekki, ég held að hún sé nú svona að fara að fjalla meirum erindið út frá bara svona menningagildi og þess áttar. Þannig að það allavega komið þá þær upplýsingar og verið að selja inn og maður svona hafi aðeins svona einhverja stærri heildamynd, en mér finnst þetta bara allra góðra gjaldavert og það auðvitað hjúkrunar- og dvalarheimili hann alveg í nágruninu og þannig að þetta má nú kannski ekki standa langt fram eftir kvöldi en mér finnst bara framtakið áhugavert og fagna því að fólk skuli koma með svona framtak en ég held að væri alveg ástæða til þess að fá aðeins betra kjöt á beinin upp á það að geta þá líka spurt íbúa og haft á svörhanda íbúum í nærliggjandi hverfi. Takk fyrir einhver. Góð ábending, ég legg til að við fáum hann inn á fund byggðaráðs og að fá kalla eftir upplýsingar frá hann, við ekki að fá hann á fund byggðaráðs. En er það ekki allt í lagi? Ekki allt í lagi? Jú, við fáum hann bara á fund byggðaráðs. Og farið við þetta. Er eitthvað meira þetta að segja? Er þetta ekki bara gott mál? En heyrðu, þetta er gott mál. Vonandi bara gengur þetta allt saman vel. Þetta örugglega bara heilmikið í kringum þetta samt sem áður. Væntanlega einhver leyfismál og alls konar. En það hlýtur að vera alltaf höndu tónleika haldarans. Heyrðu, mjög gott. Bréfritara við óskum eftir honum að fund byggðaráðs bókum það. Þá er liður 10 sem er til umsagnar frá nefndarsvið Alþingis. Það er frumvarp til lag kílómetragjald og ökutæki og umsagnarbeiðni umhverfis- og samgöngunefndar tillögu til þingsályktun breytingu á þingsályktun nr. 24/152 áætlun. Já, það er annað. Þetta eru tvær umsagnir. Það er þetta frumvarp kílómetragjald og ökutæki sem ég held að sé ég hef allavega heilmiklar skoðanir á og ég veit að það eru örugglega fleiri sem hafa skoðanir á því. Ég held að sé bara sjálfsagt að við sendum inn umsögn það í það minnsta og það var svona hugmyndum að við Ingvar myndum koma ykkur á blað varðandi það. Ég held að við séum nokkuð sammála það, rætt það hér fyrir fundin. En gerðu svo Ingvar. Já, oddviti, ég held að við séum nú bara nokkuð sammála þetta mál, það fari ekkert á milli mála. Hér auðvitað verið að leggja til ákveðna kerfisbreytingu á innheimtu gjalda til fjármögnunar á samgönguinnviðum held ég megi segja og
þetta er auðvitað ekkert annað en landsbyggðarskattur sem að tala bara hrein íslensku og sko hér er verið að leggja til 26 krónur á kílómetri og svo eitthvað hækkun á kolefnisgjaldi og sem að sko mun leggjast mjög þungt á fólk á landsbyggðinni. Ég meina við erum með dæmi hér í sveitarfélaginu fólk sem að býr hér út í dreifðari byggðum og þar sækir atvinnu á börn í skóla, jafnvel bæði sko báðir aðilar á bíla þurfa að keyra til vinnu og geta ekki samnýtt bíla og dæmi jafnvel að fólk eigi börn í framhaldsskóla sem er á bíl sko. Þetta er náttúrulega ekki smá kostnaður á hérna heimili og ég get alveg skilið að þurfa að fjármagna samgöngukerfið og það er auðvitað eitthvað sem við erum að berjast fyrir hér en sko hérna olíugjaldið og aðri skattar á eldsneyti hafa verið í gangi í mjög mörg ár og áratugi og þegar að það var nú sett á sínum tíma einhvern tíma kringum 95 ef ég man rétt sennilega 4, ætlaði ekki verið Jón Baldvin Hannibalsson sem var fjármálaráðherra að þá var nú talað það að þetta ætti nú að vera tímabundinn skattur og það er nú heldur betur ekki nema þá núna ef að það var að fara að breyta honum. En það sem hefur innheimst af þessum sköttum að það hefur ekkert allt farið í samgöngu innviði og vegabætur og mér finnst það vera einn af þeim punktum sem að sko að ríkið það nú kannski aðeins að hérna sína einhverja ábyrgð í því sem það er að leggja á fólk í landinu þegar við erum að fara að tala það að fólk sem er að keyra 30.000 km á ári er farið að borga 780.000 í skatta af þessum akstri og gott og vel menn ætla að lækka eitthvað hérna álögarnar á eldsneytið en sko ég bara treysti hvorki olíufyrirtækjunum né ríkinu til þess að breyta þessu bara ekki ef að svo hérna ber undir og ég treysti þeim alls ekki til að fara með þessa peninga með hvernig þeir hafa verið að nýta það sem hefur verið að innheimta síðustu áratugi. Þannig að mér finnst full ástæða til að álykta. Ég reyndar hefði viljað bóka þeim sterkar og tölvan mín fraus og er að rístarta sér núna þegar ég ætla að fara að koma með tillögu aðeins öflugri bókun en við getum kannski bara gengið frá henni sameiginlega á eftir oddviti. Ég held að við séum efnislega algjörlega sammála um þetta mál. Takk fyrir það Ingvar. Við erum það og ég skrifaði smá pistil inn á sunnlensku byrtin og sunnlenska ég hef ekki fengið en sko það má vera og ég er alveg tilbúin til þess að geta honum mig eitthvað það sem ég hef sagt þetta ef að ég er að misskilja þetta eitthvað en ég hef ekki fengið neina leiðréttingar á því sem að ég sagði þar ennþá allavega þannig að ég líti ekki þannig á að við séum að misskilja þetta á nokkurn hátt þannig að svo lengi sem að það hefur ekki verið bent á það að þá bakka ég ekkert út úr því að þetta bara ótækt og við höfum að mótmæla þessu harðlega nema að koma eitthvað annað sem að maður er ekki að sjá sem ég hef ekki séð þá en allavega þá munum við senda frá okkur eitthvað þetta og það var rætt hér að bóka hans harkalegra þetta og við munum gera það á eftir. Fleiri sem vilja taka til máls. Við getum eitt öllum fundinum í að ræða hvað þetta er vitlaust frumvarp sko, en við gerum það ekki. Við förum í næsta mál. Það er byggðaráðsfundur og þar við byrjum á því að taka út 2 mál hér eða fleiri, 3 mál það er fyrst þjónustusamningur á milli Ásarhrepps og Rangárþings ytra það er viðauki við þjónustusamning milli sveitarfélagana vegna íþrótta og fjölmenningarfulltrúa þar sem byggðarráð leggur til að samþykkja viðaukan og það er lagt fram hér til staðfestingar sem geta samþykkt það takk, samþykkt samhljóða og þá er það Tjörn lóð 2, það er umsóknum lóð það eru lagðar fram upplýsingar álögð gatnagerðargjöld vegna lóðarinnar Tjarnar 2 í Þykkabæ og beiðni uppsækjanda afslátt af gatnagerðargjöldum og byggðarráð leggur til að samþykktar að veita 75% afslátt af gatnagerðargjaldinu með vísan til 4. greinar samþykktar byggingargjöld í Rangárþingi ytra. Þessi afgreiðsla í takt við annað mál sem við vorum með fyrir einhverju dállu síðan sem við veittum þennan afslátt samkvæmt þessari heimild
sem geta samþykkt að vissulega gefa merki, það samþykkt. Og þá það hér beiðni úthlutun lóðarinnar Dinnskóla 45 og afslátt gatnagerðargjalda. Það lagt fram erindi frá Reykjagarði að félaginu verði úthluta lóðin í Dinnskóla 45 á Hellu. Þá lögð fram svo beiðni að ekki verði frekari gatnagerðargjöld lögð á lóðirnar en þegar hafa verið greidd af þeim lóðum sem félagið hefur verið úthlutað við Dinnskála. En félagið hyggst á næstu 2-3 árum byggja við starfsemi sína. Byggðar leggur til við sveitarstjórn að veitt verði vilyrði fyrir því að lóðin í Dinnskóla 45 verði úthlutað til Reykjagarðs þegar lóðaréttindi olíudreifingar og lóðinni renna til sveitarfélagsins. Lóðin tengist frekari uppbygging og skipulagi fyrirtækisins á svæðinu. Byggðar á telur að þegar hægt verði að úthluta lóðin í Dinnskóla 45 formlega til Reykjagarðs þurfa að semja sérstaklega gatnagerðargjöld að þeirri lóð. Varðandi áform uppbyggingu telur byggðar á skilyrði til þess að veita afslátt af gatnagerðargjöldum samkvæmt 4. grein samþykkta byggingagjöld í Rangárþingi ytra og felur sveitarstjóri að leggja fram tillögu að slíku samkomulagi. Ykkur sem vilja taka til máls? Geta samþykkt þetta, vissulega gefa merki. Samþykkt. Þá það fundagerð byggðarás að öðru leyti borin upp. Samþykkt byggðarás, fundagerð byggðarás að öðru leyti en þeirra leiða sem verið búin að afgreiða þegar. Vissulega gefa merki. Það samþykkt. Það skipulags- og umferðarnefnd. Það hér fyrst Rangabakki 4, það umsókn lóð. Það sem nefndi getur ekki tekið afstöðu til umsóknarinnar þar sem áform umsækjanda samræmast ekki gildandi deiluskipulagi og málinu vísa til sveitarstjórnar. Það sem að þetta snýst að þessar hugmyndir sem eru þarna í gangi, það samræmast ekki skipulaginu, það þyrfti að breyta skipulaginu og svo sem sagt hugmyndin að því að eins og við vitum að þá hafa Hagar og KS verið með hugmyndir uppbyggingu þarna á þessu reit, þannig að áður heldur en að við í raun og veru úthlutum lóðinni í Rangabökkum 4 að þá þurfum við að bara fá að vita hvað Hagar og KS ætla að gera. Ef þeir ætla ekki að gera neitt, að þá horfir málið allt öðru sér við og þá ef þeir ætla að gera eitthvað, þá taktur í því að uppbyggingin á Rangabökkum 4 sé í takt við uppbyggingun hjá Högum. Þannig að það eiginlega næsta mál að hafa samband við fulltrúa Haga og fá einhvern botn í þessar hugmyndir þeirra, þó svo við höfum fundað með þeim ekkert fyrir löngu síðan að þá kom bara ekki nógu mikið út úr þeim fundi, þannig að við þurfum bara að herða ólina á þá og hugsa þá málið upp á nýtt ef þeir ætla ekki að gera neitt. Gjörðu svo lengur. Já, oddviti, ég ætlaði einmitt að spyrja út í þetta síðasta en ég bara tek skýringum oddvita varðandi það og það er svo sem ágætt að hafa eitthvað samræmi í þessu en það sem ég ætlaði kannski að ræða var, mér fannst sko að því að það er talað að samræmist ekki gildandi deiliskipulagi og mér fannst erfitt að lesa út úr bæði bókun og gögnun sko hvaða væri sem að samræmdist ekki gildandi deiliskipulagi og það er verið að sækja í rauninni gistingu og það samræmist deiliskipulagi þannig að hlýtur þá að vera einhvers konar tekningar eða lóðanýting eða eitthvað slíkt sem en bara svona ábendingar það hefði verið og það er náttúrulega ekki kannski hingaðin heldur þá til skipulags- og umferðarnefndar það hefði verið ágætt að fá aðeins meira kjöt á beinin eða allavega þá einhverja meiri pappíra með til þess að maður gæti átt að sjá því hvaða var sem ekki samræmdist en ég treysti því bara að nefndin hafi gert þetta rétt og það sé bara rétt niðurst að þetta samræmdist ekki gildandi deiliskipulagi en mér fannst aðeins vant upp á það en ég tek hinum útskýringunum bara sáttu við það. Takk fyrir einhver, ég kannski myndist ekki á það áðan, ég var að fara yfir þetta eftir því sem ég skil þetta best að þá voru hugmyndir
hugmyndirnar geng út á það að sameina lóðirnar. Sem sagt samtengja árhúsin þar sem eru í dag við þessa nýju byggingu. Það var það sem að gekk gegn gildandi deiliskipulaginu, gildandi ákvæðing deiliskipulagsins. En það breytir ekki því að hérna, hvort sem að aðilar heita Hagar eða eitthvað annað, að þá þurfum við að fá svör hvað menn ætla að gera. Það ekki þetta að halda svæðinu gíslingu svo árum skiptir og tefja kannski fyrir annari uppbyggingu í leiðinni. Þannig að ég held að ekki allir með á nótunum hvað þetta snýst. Þannig að við leggjum til að fresta málinu og kalla eftir framkvæmdaáætlun frá Högum KS fyrirhugaða framkvæmdir þeirra á nærliggjandi lóðum. Þessi geta samþykkt það vissulega gefa merki. Samþykkt. Herru, þá erum við í lið... Já, þessa fundagerð. En við þurfum samt að taka hérna annar liðin sem Lyngalda 2, áður við byrjum fundagerðinu upp og hérna... ég held að sko það sem hefur breyst frá þessari afgreiðslu það að hérna það var smá miskilningu með þetta mál en umsækjandi hefur dregið umsóknina tilbaka lóðina, þannig að eigum við bara ekki best að fresta bara afgreiðslunni eða við tökum bara ekki afstöðu til málsins af því að það er búið að draga umsóknina tilbaka bóka þannig. Hérna, við verðum að laga þetta eftir. Það er eitthvað bras með málakerfið, er það ekki eitthvað en við hlýtur að reddast eftir. Öðru leyti ber ég upp fundagerð skipulags- og byggingarnefndar og umferðarnefndar upp í heild sinni. Áður við förum í næstu fundagerð skipulagsnefndar þessi geta samþykkt hana vissulega gefa merki. Samþykkt. Þá er það hér 13. liður sem er 39. fundur nefndarinnar. Það er liður 13.1, það er skinnar, landskipti. Skipulags- og umferðarnefnd gerir ekki athugasemd við áformu landskiptinni fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskiptin verði samþykkt. Nefndin vill árétta umrædd tenging við Þykkvabæjarveginn skuli jafnframt nýtast öðrum lóðum svo hægt sé að verða að uppfylla skilyrði vegagerðarinnar fjarlægðar á milli tenginga. Svo geta sagt þetta við gefa merki. Það kannski sko munurinn á því að sko fyrri fundagerðin sem við vorum með áðan, þar tókum við út 2 mál en bárum svo upp fundagerðin í heild sinni því að hún var búin að fá umfjöllun í byggðarráði. En þessi fundagerð seinni, hún hefur ekki farið fyrir byggðarráð, þess vegna verðum við að taka hana eins og við erum vön að taka skipulagsnefnda fundagerðinar. Bara það valdi engum misskilningi. Og þá er að liður 13.2 sem er Gunnarsholt, landskipti, Miðgarður. Þar sem að nefndin gerir ekki athugasemd við áformu landskiptinni fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Geta samþykkt það er samþykkt. Landmannahellir, stöðuleyfi fyrir íbúagám. Nefndin gerir ekki athugasemd við að veitt verði tímabundi stöðuleyfi fyrir viðkomandi húsnæði Landmannahelli. Geta samþykkt það er samþykkt. Vilt taka til máls, Gjörn Sólingvar? Já, þetta ég ger enga athugasemd við hérna tillögu afgreiðslu. Ég bara því að ég tek eftir því hérna í umsókninni að það er svona ekki alveg heilagt hvar staðsetning á gamlu með að vera og ég fór að skoða kortin og hérna ég held að vera alveg ástæða til þess að svona vanda sig aðeins við staðsetninguna. Bæði er þetta náttúrulega friðland og það þarf auðvitað ekki síst þá þessi nýja stofnun að hérna virða það að hún er að starfa á friðlanda Fjallabaki. Og líka það að ég held að vera ágætt að það væri eitthvað aðeins samráð við aðra húseigendur á svæðinu. Þetta brýtur alveg húslínuna eins og þetta er staðsett núna. Þetta kemur bara hann beint fyrir framan einhvern veginn. Að það sé svona reynt að finna þessu stað þar sem þetta passar inn í umhverfið. Takk fyrir það, Ingvar. Þetta voru fulla rétt á sér þessar ábendingar Ingvars að spurning hvernig við komum þeim áfram. Er það byggingafulltrú eða hver? Ég treysti því að
sveitarstjóri minnist á þetta við byggingafulltrúan. Ég geta bara að spóla fundurinn tilbaka og heyrt hvað þú sagðir. Þannig að það minnsta mál. Hörðu, þá erum við í umferðamálunum. Umferðamál tengd Heiðvangi, Þingskálum og Freyvangi. Það sem að nefndi leggur til að öllum íbúum við áður nefndar götur ásamt Þingskálu verði sendar viðkomandi spurningar ásamt viðeigandi uppdrætti. Frestur til athugasemda skuli vera að minnsta kosti 4 vikur. Jú, gerðu svo lengvar. Ótviti, ég aðeins að velta fyrir mig með þetta mál. Því að við vorum að fjalla um þetta hann í nefndinni og báðum nefndina, sem sagt, við vorum að fjalla um þetta í framkvæmd og eignarnefnd og báðum skipulags- og umferðarnefndum að fjalla um sem sagt þennan kafla hérna frá Þingskálum og inn Freyvangin, en þetta er svona aðeins viðameira mál og ég er svo sem ekkert að móti þetta sé skoðað. En ég er samt með alveg svona alls konar vangaveltur og við erum að fara að hittast á miðvikudaginn næstu viku, bæði þessi nefnd og skipulags- og umferðarnefnd, hvort að það sé ástæða að fara í spurningakönnun og annað fyrir en að við erum aðeins búin að fá að ræða þetta bara saman, þannig að maður nái svona aðeins utanum með heldamyndina hvað menn er að spá að því að líka þegar maður skoðar neðar á þessu fundi ágætis kort sem að við gáum út og er búið að teikna inn á alls konar göngustíga og gangstéttir og ýmislegt og það er allra athugunarvert að þetta er svona kannski, við erum ekki alveg í syngi við þann finnst mér allstaðar þarna bara vangavelta hvort að það sé ástæða til að flýta sér svo mikið að það með ekki að það sé kannski bara hægt að taka þetta þá fyrir líka þegar við hittumst það því að við báðum nefndina í eign- og framkvæmdanefnd um að fjalla um þetta og fá þá kannski aðeins að ræða þetta bara stuttlega við þau hérna á fundunum sem er búið að boða hvort þið er. Að því að já, mann myndi allavega vilja hafa svona eitthvað fast undir fótum áður en farið þeir að spyrja íbúðuna og þá líka, þú veist, líka bara ákveðin rök fyrir því hvaða pælingar liggja baki, Takk fyrir það, Ingvar. Ég fann á áhyggjur að hvað ég er mikið sammálaður, Ingvar. Ég er alltaf sammálaður. Ég er alveg sammála ég er alveg sammála því að við þurfum að ná betur utan um þetta við þurfum að ná betur utan um þetta og ég treysti því að eftir fundin okkur á miðvikudaginn að við séum konum með betri yfirsýn yfir þessi mál og það stendur til að eignarnefnd eða framkvæmdanefndin komi inn á fund skipulagsnefndar undir þessu lið á næsta miðvikudag. Þannig að ég held að það sé gott mál. Og það er þá næsta mál. Það sem að umferðarmál staða mála það sem nefndin óskar eftir í að listi verið uppfærður og lagður fram á næsta sameiginlega fundi með framkvæmda og eignarnefnd. Það er akkurat fundurinn sem vorum að tala um. Það er tjaldsvæði við Skógafoss, það er deiliskipulag, nefndin gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu, það geta samþykkt það er samþykkt. Hvammsvirkjun, breyting á skipulagi vegna stækkunar efnistökusvæða, nefndin gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt. Lýsingin skal kynnt í samræði við 30. og 40. grein skipulagslaga, Númer 123 frá 2010, kynning lýsingar skal standa í að minnsta kosti 2 vikur, talið frá birtingu auglýsingar á heimasíðu sveitafélagsins og í staðarblaði, auk skipulagsgáttar eða nánar tiltekið frá 19. mars til 2. apríl. Nefndin telur jafnframt að umrædd aukningu efnismagni sé ekki þess eðlis að hún sé háð mati og umhverfisáhrifum. Það er samþykkt. Það er breyting á sveitafélagamörkum við Þverá. Skipulags- og umferðarnefnd leggur til að gerð verði breyting á sveitafélagamörkum í samræði meðfylgjandi tillögu. Nefndin leggur til að öllum aðliggjandi lóðar- og landareigendum
sem að mörkunum koma verði send tillagan og verðum grendarkynningu að ræða. Ég nú að játa það, ég nú bara ekki vel inn í þessu máli hvað þetta snýst, sko. Varst þú þarna, Jón, eitthvað frekar breyting á sveitafélagamörkum? En ef við ekki að treysta því að þetta sé, að við séum ekki að samþykja einhverja vitleysu. Dísa, varst þú þarna á fundinu? Gjörðu svolítið, Dísa. Þetta er sem gert í samvinnu við skipulags- og umferðar eða skipulagsfulltrúa í Eystra. Það er einhver ósamræmi og milli sveitafélagamarka. Það er bara verið að reyna að skýra línurnar. Þetta hefur ekki áhrif á nein lóðamörk hjá bændum og landeigundum. Bara að þessi skýrt hvort sveitafélag stoppar. Þeir sem eiga lönd inn í bæðum sveitafélagum eru fyrir með 2 landnúmer. En þetta er bara svona að, hafa þetta skýrt. Takk fyrir það. Þetta er bara verið greinilega stilla og slípa upp og bara bestum mál. Þessi geta sagt þetta, það er samþykkt. Það er kerfisáætlun Landsnets. Nefndin gerir engar athugasemdir við lýsinguna en áskilur sér rétt til frekari viðbragð á síðari stigum ef tilefni verður til þess. Nefndin telur rétt að yfirlitskort að landinu sýni sveitafélaga mörk svo verður að átta sig betur á staðsendingu viðkomandi uppbyggingarsvæða. Án jafn gott að sveitafélaga mörkin séu rétt. Þessi geta sagt þetta vinsilega merki, það er samþykkt. Þá erum við komin í fundagerð heilsu íþrótta- og tómstundanefndar og það eru hér reglur vegna íþróttamiðstöðvar og orðið laust. Gerðu svo vel, Ingvar. Já, ég er bara með eina spurningu ef eitthvað getur svarað. Sko, þetta eru náttúrulega viðamiklar reglur. Erum við að setja þær í fyrsta skipti? Erum við að breyta eldri reglum? Sko, ég sé ekkert að þessum reglum. Ég er bara að spá í hvort að þetta sé eitthvað sem að, hefur ekki verið eða hvort við séum að gera eitthvað breytingar og þá hvaða, því að maður áttaði sig ekki alveg á því ef það væri verið að gera eitthvað breytingar. En ég gat ekki séð að það væri neitt að þessu reglum. Ég syndist það bara vera ágættar. Það eru bara viðamiklar og bara svona upp á að vita hvort að við séum að breyta þá eldri reglum eða hvað. Takk Ingvar, ég veit ekki annað en sé verið að yfirfara gamlar reglur og bæta inn í þær. Og treysti því að þetta sé bara í lagi. Þess geta sagt þetta vinsilega merki, það er samþykkt. Þá erum við í opnunartíma Sundlaugar á Laugalandi. Þessi nefndin þakkar forstöðumann íþróttamiðstöðvar fyrir upplýsingarnar og yfirferðina. Nefndin samþykkir tillögu forstöðumanns íþróttamannvirkja að breyta opnunartímanum í tilraunaskyni sumarið 2025 og verði síðan tekin til endurskoðanir í tengslu við fjárhagsáætlanagerð fyrir 2026. Og það er lagt til að tillaga nefndarinnar verði samþykkt en samhliða skapast svigrúm til að ráða fastan starfsmann í íþróttamiðstöðvar á Laugalandi til að mæta óskum notenda og bæta þjónustu. Þetta snýst það að opnunartíminn er væntanlega skertur eitthvað smávegis og á móti er hægt að ráða þarna inn starfsmann sem kemur á móts við að sérstaklega þarfir íþróttafélagana eða GARPs mönnun í íþróttamiðstöðinni og fyrir vikið þurfum við ekki að vera að sækja viðauka við fjárhagsáætlun út af ráðningu á þessu starfsmanni. Ég held að þetta snúist svona í grófum dráttum þetta.
Ykkur sem vilja taka til máls, gerðu svo Ingvar. Já, þetta ég kannski 2 tengd mál hérna, bæði 15.1 og 15.2. Sko, bara svo ég skilji þetta rétt, það er verið að tala sérst með því að spara opnunatíma þá þriðjudaga, fimmta og hvað föstudaga, að þá þurfi ekki að sko borga einhverjum vinnu fyrir það eða laun fyrir það, en þá verður þetta að ráða starfsmann í staðinn fyrir þá væntanlega þá fjármunir sem hefur farið í að borga þessar 3 vaktir eða þessa, bara ná utanum þetta, ég þurfti þess að klóra mér hausnum til að átta mig á þessu, en mér fekk þetta svona til að ganga upp cirka svona. Mér finnst þetta svolítið mikil sko drastísbreyting, en ég skil alveg og ég veit að það er ekki mikið notkun, en auðvitað eru bara þetta þjónusta, þannig að svona erum við að tala að ráða þá eitthvað starfsmann sem verður þá bara í íþróttahúsinu og er ekki að sinna, er þá bara að sinna íþróttasalnum, og ég er líka velt að fyrir með þörfin á því yfir sumatíman, sko, það náttúrulega er mest þá væntanlega úti íþróttir þá. Kannski fá aðeins bara betri hérna, sem sagt, röksemd eða útskýringar á þessu. Að því að svo er hinn spurningin sko, hvernig þetta hérna, rýmar við fjárhagsáætlun og hvort það væri kannski ástæða til að biðaráð bara færi aðeins yfir það áður en við farið að auglýsa eftir þessum starfsmanni. Ég þurfti bara tóltið mikið og kannski er ég bara tregur eða kannski verið þreyttur þegar ég var að lesta eitthvað. Ég bara var svolítið tregur þegar ég var að reyna að fá þetta til að ganga upp einhvern veginn hjá mér. Takk fyrir það Ingvar. Það væri spurningu sko, þetta tengjar svo mikið þessi 2 mál, þannig að ég held að sé nú bara allt til að ræða þessi mál bara í samhengi, bæði 15.1 og 15.2. Þetta er eiginlega sjálfur sér sama málið sko. En hérna, þetta er auðvitað komið til út af eindregnum óskum hérna frekari mönnun á Laugalandi í kringum íþróttaæfingar og slíkt. Og til þess að hérna til þess að þurfa ekki að vera að sækjum viðauka fjárhagsáætlun til þess að ráða inn auka starfsmanna, þá voru menn að reyna að leita leiða til þess að fara svona þessu hérna. En Jón, þú kannski útskýrir þetta betur í smáatriðum hvað máli snýst, en ég held að þetta sé grófa myndin af því. Gerðu svo Jón. Já, ég skal reyna að gera mitt besta að svara þessu og þetta er þetta bara mjög góð spurning að því leiti að þetta er svolítið flókið mál sem hefur verið að reyna að púsla ýmsu saman. En hugmyndafræðin á bakvið þetta er raun og veru sú að það var svo lagst í alls konar greiningar og nú undir fundagögnunum í sambandi við alls konar tölur og kostnað og hvernig þetta væri. Við höfum fundað líka upp á Laugalandi með Garpi og skólanum og fólki sem er að vinna þar líka til að greina ákveðið vandamál í sambandi við mönnun í íþróttamiðstöðinni í heild sinni. Og hugmyndafræðin á bakvið þessa tillögu er svo að það verði þá ráðinn starfsmaður í starf starfsmaður íþróttamiðstöðvana og það er svo sem þá hugsað þannig að viðkomandi yrði þá í starfi á Laugalandi þá virka daga og myndi líka þá taka sko aðra sundlaugvaktina það ger þá fyrir að sundlaugin verði opin að vetrarlagi þessa 2 daga sem að verið hefur. Mögulega er þetta kannski stilt betur á opnunatímanum með við þarfir þá þeirra barna sem eru kannski í æfingum og svona eitthvað. En það sem er verið að gera er verið að það verið að taka þá og fjármagna starfsmann með því að taka þá opnunatíman niður á svo sumrin, ráða starfsmann í haust í íþróttamiðstöðina á Laugalandi til þess að taka þá vaktir setja til að seinnipartinn og manna þá bæði þá gæslu í húsinu, utanumhald og viðgerður og fylgjast með mannmerkjunum sem það líka að gera og starfseminni sem það er í gangi og loka eftir sér. Og síðan myndi viðkomandi starfsmaður vera það yfir, við skulum segja að það sé bara skólaárið sem er nú eiginlega þjálfunárið, síðan myndi viðkomandi starfsmaður vera að koma inn á hellu. Þannig að hann er ekki á störfum yfir sumartíman heldur yrði hann starfsmaður
íþróttamiðstöðuna sem þá deilt í raun og veru þá á Laugaland með aðalstafstöðu þá yfir svona skólaástíman sem myndi að nýtast þetta sín sumarfrí og svona sem myndi bara vera notaður sem almennu starfsmöður og hellu, þannig við erum ekkert að manna upp eitthvað sem við erum ekki að nota þetta. Við erum raun og veru að reyna að fókusera á það sem ég held að sé svona aðalverkefnið að manna betur íþróttamiðstöðuna á Laugalandi á þeim tíma sem aðalstarfsemi er í gangi sem þá skólaárið það sem bæði er verið sína skólanum og líka þegar garpur með tíma og aðrir eru líka með tíma í húsinu. Þetta hefur verið svolítið munaðlaust í raun og veru svona eftir að skóla lýkur. Fjármögnunin er já vissulega svona að við erum að fjármagna þetta og þetta virðist nú að ganga bara nokkuð vel upp með haustunna, þá er þetta bara komið og við myndum aldrei auglýsa eftir starfseminni maður myndi byrja bara í haust. Það er bara svo sem alveg góð hugmynd að ræða þetta í byggðarráði, þetta er verið bara að vera að velta fyrir sér ákveðnum hlutum og kemur þá frekar til umræðu líka í haust þegar verið að stilla upp fjárhagsáætlun og svona fyrir næsta ár. En þetta er svona ákveðið tilraunaverkefni og við erum kannski að reyna einhverju að forgangsraða hlutunum það sem er lítið notkað yfir það sem að kannski þörfin er mikið máli og reyna að fjármagna það. Takk fyrir það, Jón. Gjörsuleikar. Já, ég þakka bara fyrir þessi svör. Þá hef ég nú skilið þetta svona nokkurn veginn. Það er þá þessar 3,1 milljónir og þær eiga þá að duga að mestu leyti frá byrjun skólaárs til áramóta. En þá er það með þessar vangaveltur sem að mér fannst eiga kannski betur heima í byggðarráði. Það er auðvitað svo staðreynd að þá erum við raun að bæta við stöðugildum að hluta frá með áramótum því við erum náttúrulega ekki að fara að ráða starfsmannin bara til áramóta og þá það líka kannski að ræða það aðeins hvernig sjá menn fyrir sér sveitarstjórinn upplýsa að hann verði þá mestu hérna niður á Hellu næsta sumar væntanlega sparast þá eitthvað á móti í launakostnað hér þannig það eru svona vangaveltur sem að ég held að geti oft verið betri í byggðarráði þar sem verður að spá svona aðeins inn í þá næstu fjárhagsáætlunargerð En ég skil þetta og ég ger mig grein fyrir að það sé þá til fyrir þessu í fjárhagsáætlun en það þarf náttúrulega líka aðeins að ræða þá í rauninni hvaða áhrif þetta hefur á framtíðina, fram yfir þetta fjárhagsár. Takk fyrir þetta. En ég árétta það þetta sem kom fram í máli Jóns að það var þetta verið að reyna að koma móts við ástand sem að ekki var nógu gott. Gjörðu svo vel, Margrét. Já, oddviti ágætu fundarmenn. Mér finnst þetta, ég held að við þurfum að treysta náttúrulega okkar forstöðumanni og forstöðufólki til að hafa reiknað dæmið rétt, allavega til að bregðast við núna. Það er búið að kalla eftir þessu lengi, bara síðan í upphafi allavega þessa skólaárs og jafnvel held ég frá því á síðasta ári. Að tryggja öryggi þeirra barna og notenda sem eru upp á Laugalandi þeir eru íþróttatímar og þess áttar í gangi. Húsið er mannlaust og þetta bara getur verið bara mjög hættulegt fyrir börnin og fyrir fólki sem er þarna. Jafnframt held ég að við þurfum að skoða náttúrulega í byggðarráði í haust hvort og hvernig við getum fjármagna það að hafa sundlaugana meira opna upp frá. Það er synd að hafa þetta mannvirki þarna og vera með svona litla opnun. En nýtingin náttúrulega hefur verið afskaplega döpur á sumrin eftir að tjaldsvæði lokaði þarna. Þannig að ég held að sé svona áskorun fyrir okkur að reyna að auka notkun á þessu mannvirki yfir sumartíman sem sundlaugin er og eins líka íþróttahúsi og þess áttar. En ég held allan að byggðarráð þurfi svolítið að huga því að þjónustan upp frá þarf að vera bara svipuð og hérna niður frá. Það má ekki mismuna íbúunum með það. Þannig að við þurfum að búa okkur undir að geta sett aðeins örlítið meira fjármagn í þetta ef þess þarf. Takk. Gjörðu svo vel ykkur, þetta er í þriðja skipti sem við kemur upp undir þessu máli. Það er svona þetta ansvar, þetta er ekki ræða. Oddviti, ég er ekki vanur að fara í ansvör, en ég vildi bara, ég er ekki efnislega ósammála, ég veit að þessar umræða allir saman, en ég treysti alveg forstöðumönnum, en forstöðumönnur þetta setur ekki fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, það er sveitarstjórn, þannig að þetta er miklu stærra mál en bara innan ársins og það er efnispunktur ansvarsins. Gjörðu svo vel, Eydís.
oddviti fundamenn. Þetta nú að verða einræður eiginlega Eggers og Ingvars, þannig ég var ánað að Margrét skildi og Þórunn aðeins koma hérna inn í þessu umræðu líka. En sko mér finnst að við þurfum að skoða fleiri liði heldur en akkurat bara þennan og þetta auðvitað á að vera á borði hérna sveitastjórar en að finna þessa hagræðinga leið því að við höfum kannski eitthvað annað af að taka heldur en akkurat bara þennan lykil og við bentum nú á það hérna í fjárhagsáætlanagerðinni að við höfum svona kannski þurft að huga því að stemma stigu við launahækkum hjá okkur sjálfum sem að þá höfum við kannski átt fyrir þessu. En mér finnst alveg afleitt að þurfa að minnka opnunartíma á Laugalandi. Það er vaxandi ferðamannastraumur og ég held að þegar fólk átta sig á því hérna á Hellu að hérna laugin er oft bara mjög þétt setin af ferðamönnum að þá getur Laugaland bara verið ágætis athvarf líka. Sundlaugin þar er minni, það er auðvitað að hafa yfirsýn yfir það sem að börnin er að gera og ég held að við höfum alls ekki að skerða þessa sumarþjónustu. Sífjölgandi sumarhús, fjölgun íbúa, eldri borgarar, þeir hérna nýta þetta til sér til heilsueflingar og við megum alls ekki gleyma því við erum heilsueflandi samfélag og við þurfum bara að standa undir því. Takk. Takk fyrir það. Já, ég auðvitað er engin áhugi hjá neinum að fara skerða opnunartíma á sundlauginu upp frá að ganni sínu sko en við erum með aðsóknartölur náttúrulega þarna og þær segju þetta heilmikla sögu en þetta er tillaga nefndarinnar og forstöðumanns og ekkert þetta er alls ekki einhvert mál sem er alveg meitlað í stein til langra framtíðar sko við þurfum bara að vera vakandi og skoða þetta reglulega. Herru, ég ætla að bera upp ég held þessi orðið fullrætt ef ekki að bera þetta í raun og veru 2 tillögur liggur nú við að þurfa að bera þetta bara saman þessi tillögur Sigurlega sem geta samþykkt gjörðu svo nei, ég er ekki að bera neitt upp eða þú ætla að segja eitthvað meira sko það er bara þegar umræðan er búin og ber ég þetta Já, það er bara í rauninni hvernig afgreiðslan verður á þessum liðum að við óskum eftir að þetta verði sendi byggðarás til frekar umfjöllunar. Það er sem sagt afgreiðslan á þessum liðum verður auðvitað ekki öðruvísi ef ég ber þetta upp svona en að samþykja tillögu nefndarinnar sko, það snýst málið sko. Þetta er hérna inn í sveitarstjórn til þess að staðfesta tillögu nefndarinnar, það er engin ný tillaga frá okkur sko, öðru sem kom frá nefndinni. En ef ég get alveg fallist á það að vísa tillögum nefndarinnar til frekar umfjöllunar í byggðaráði ef það er vilji til þess. Er tillaga það að vísa báðum þessum tillögum til frekar umfjöllunar í byggðaráði? Ok, það bara liggur fyrir tillaga, breytingartillaga eða sem sagt já að það verði ekki staðfestar þessar tillögu nefndarinnar á þessum fundi heldur tillögurnar sendar til frekar umfjöllunar í byggðaráði og áður en að við klárum málið þá óska ég þetta stuttu fundarhléi.
framhöldu við fundi og þeir sem geta samþykkt það að tillaga nefndarinnar opnunartíma Sundlaug og Laugalandi verði samþykkt þess að gefa merki að samþykkt ykkur á móti samþykkt með 4 atkvæðum 3 á móti eða 2 á móti, 1 situr hjá eða allir á móti, 3 á móti þá er það tillaga komið í ruglingu með það 15.2 það er tillaga 15.2 það er hérna já, viltu leggja hann frá núna eða eftir við ákveðum þessa? Þessi geta samþykkt tillögu nefndar ráðin verði starfsmaður íþróttamiðstöðvar á Laugalandi eigi síðar en í upphafi næsta skólaárs að leggja merki. Það er samþykkt með 4 atkvæðum, ykkur á móti. Samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Og er það ekki bara best? Gerðu svo vel. Örstuð fundarhlé.
Þá framhöldum við fundi. Ingvar hefur boðað bókun vegna afgreiðslu þessa máls, gjörðu svo vel, Ingvar. Já, oddviti, hér er bókun fulltrúa D-listans sem er þá í rauninni við liði 15.1 og 2 en við óskum breyttið að verið bókað undir 15.2, það sem að seinni afgreiðslan er. Hún er svo hljóðandi með leyfi þó oddvita, fulltrúar D-lista harma þá afstöðu fulltrúa álista að vilja ekki vísa málinu til frekari umfjöllunar í byggðarráði. Hér er umtalsverða þjónustuskerðingar ræða í heilsu eflandi samfélagi. Samfélagi fyrir vaxandi, síaukinn fjöldi ferðamanna sækir sveitarfélagið heim og vaxandi fjöldi dvelur í sumarhúsum á svæðinu. Við svo stóra breytingu, sem ekki verið einungis áhrif á þessu ári heldur inn á skipulag og starfsmannaveltu komandi ára, hefði að mati fulltrúa D-listans verið rétt að ræða máli nánar í byggðarráði, þar sem starfsmannamál eru alla jafnan rædd og þar sem fylgst er náið með framvindu fjárhagsáætlunar og undirbúningur hennar fer fram. Auk þess hefði mátt skoða hvort sækja hefði mátt fjármagn í aðra liði en íþrótta- og tómstundamál til að fjármagna aukna viðveru í íþróttahúsinu á þessu ári og undir þetta ritum við. Takk fyrir það, Ingvar. Ekki leggja fram þessu bókun. Við ætlum að leggja fram andsvar. Jæja, þá höldum við áfram fundi og þessi ljúka umfjöllunum þetta mál og þá leggjum við fram hérna stuttabókun. Það er svona fyrir liggur eindreiði norsk íþróttafélag, foreldrar og skóla á Laugalandum aukna gæslu í íþróttamiðstöðun á Laugalandi meðan íþróttaæfingar í húsinu. Nefndin tók 2 umræður lausn á málinu og var þetta talin besta leiðin til að fjármagna starfið innan fjárhagsáætlunar núverandi árs. Undirrituð samþykkja niðurstöðu nefndarinnar og forstöðumanns en munu skoða möguleika aukinni sumaropnun á Sundlaugin og Laugalandi við gerð næstu fjárhagsáætlunar. Og undir þetta skrifum við fulltrúar álista. Þá höldum við fundi áfram og förum í næsta mál sem hús frítímans. Þar sem að hugmyndum hús frítímans var kynnt. Hugmyndin byggir á reynslu frá Sauðárkróki þar sem hús frítímans miðstöð frístundastarfs í Skagafirði sem býður upp á fjölbreytta starfsemi fyrir alla aldurshópa. Nefndi fór yfir kynningun og beini því til sveitarstjórnar að skoða framkomin gögn og taka afstöðu til næstu skrefa. Nefndin líst mjög vel á hugmyndin og telur að slíkt húsnæði yrði til mikilla hagsbóta fyrir íbúa sveitarfélagsins.
orðið er laust. Hús frítímas. Sem örugglega hið besta mál. Við leggjum til að við sem sagt afgreiðum þetta þannig að þegar búið verður að flytja alla starfsemi leikskólans Heklugots og Hellu í nýtt húsnæði geti skapast aðstæður til að húsnæði leikskólans og Hellu útskóla 2 geti nýst í einhverja slíka starfsemi. Sammála þessari afgreiðslu, allir sammála því. Þá erum við í 15.6 sem er Hekla, það er pílunefnd sem er erindi frá pílunefndinni eða píludeildinni þar sem að þeir eru að fara fram á annað húsnæði og hvort að salurinn eða neðri hæðin á Laufskála 2 þar sem að slökkvistöðin var geti nýst undir íþrótta- og tómstundastarf. Eins og staðan er núna með að við erum að byggja skólan og þá hefur þetta húsnæði verið nýtt sem lagerrými fyrir alls konar dót sem að menn eru að kaupa og eru kannski ekki alveg að fara í notkun strax, þannig að það er eindregin ósk þeirra þjónustumiðstöðin að við sleppum því húsnæði ekki allavega á meðan að við erum að byggja skólan. En svo horfum við á að það skapast möguleika fyrir píluna þegar að mötuneyti flyst yfir. Þannig að þessi geta samþykkt þetta vissilega geðmerki, það er samþykkt. Þá erum við lið 16 sem er markaðsmenningar og jafnréttismálnefnd og það er bókun þar sem að nefndin er að fara yfir fundagerð íbúaráðs, þar sem íbúar leggur til að flöggun íslenska fánans og stöngu sveitafélagsins vegna jarðafara verðu á ábyrgð aðstandenda vegna jafnræðissjónarmiða. Lagt er til að fáni verði aðgengilegur í íþróttamiðstöðin á Hellu þar sem aðstandendur geta nálgast hann vegna útfara í sveitafélaginu. Ráðið leggur áherslu á að þessi breyting verði kynnt vel á miðlum sveitafélagsins. Einnig þarf að kynna þetta vel fyrir prestum, útfarastjórum og öðrum aðilum sem koma að jarðaförum. Hingað til hefur þetta verið umsjón starfsmanna þjónustumiðstöðar en erfitt hefur verið að geta jafnræðis þar sem sveitafélag er ekki alltaf látið vita af útförunum á svæðinu. Og einhverju sem vilja taka til að gera svöringar. Já, og þetta er nú samhljóða mál og er eitthvað starf annar staðar á fundunum held ég að sé rétt hjá mér. Í fyrsta lagi þá finnst mér nú svona kannski að svona mál sem að snýr einhvern skipulag eigi svona tæplega heiminn í stjórnsýslunni. Ég held að þetta sé nú bara eitthvað mál sem að forstöðumenn og yfirmenn sveitafélagsins þá ræða bara sín á milli. Öðru lagi þá þetta er nú fólk í sorg og það er bara einhvern veginn, jú, þetta getur fólk alveg haft aðstæðu til þess að fara að hengja upp fána en mér finnst þetta nú svona að vera ákveðið við erum samfélag og ég velti því fyrir mér, til dæmis bara þegar að íþróttahúsið er legt út undir erfidrykkjur, hvort að það sé þá ekki hægt að hafa innifæli í því gjaldi að einn af 3 starfsmönnum íþróttamiðstöðvarinnar stökkvi og setja upp fánan fyrir fólk og það er svona aðeins að milda þetta ef að það er ég get alveg skilið eitthvað sjónarmið með það að vera að kalla út mann í 4 tíma útkall við þetta en ég held að sé ekkert að finna einhverja lausnir án þess að hætta þess að því að mér finnst ákveðin svona virðingar bragur yfir því að við skulum sýna fólki svona þessa virðingu að flagga fyrir þau og mér myndi finnast leiðilegt bara að hætta því og segja fólki bara að sækja fánan. Það er svona, kannski er ég tilfinningasamur í þessu en það er nú svona samt mín skoðun þrátt fyrir það. Takk fyrir það einhver. Ég veit ekki, ég hef svo sem ekki neina sérstaklega skoðun á því hvort að svona máli heiminn í stjórnsýslunni ekki en þetta snýst nú held ég fyrst og síðast að það sé gætt jafnræðis að stundum þetta gleymist stundum
og svo framvegis og þá vaknar spurningin akkur verið að flagga núna en ekki þarna og svo framvegis en leiðu þetta komið á ábyrgð aðstandenda þá er þjónustumiðstöðin eða sveitafélagið ekki lengur ábyrgt fyrir því að flagga. Ég held að þetta snúist nú kannski helst fyrst og síðast það, sko. Gerðu svo litis. Oddviti fundamenn, ég held að ekkert það var aðeins miskilíðingvar, allavega eins og ég skildi hana, við erum að tala það að ef við erum að leigja út salin okkar, sem í rauninni okkar félagsheimili, þá það í rauninni bara í mínum huga liður í því að taka vel á móti að það sé búið að flagga viðeigandi við þessar aðstæður. Þetta það sem að tilheyrir okkar búnaði, flaggstöngin, flaggið og náttúrulega fánundir þá í okkar umsjón og aðstandendur þurftu þá annars að sækja þá. En mjög alveg lágmark ef við leigjum þetta út eins og hvert annað félagsheimili, ég held að það sé bara yfirleitt hvergi á landinu þar sem að húsverðinni bara sjá ekki það. En ég segi eins og Ingvar, ég segi ástæða til að vera með 4 tíma útkall bara til að koma upp flagginu og taka það niður aftur. Það þarf svo að taka fána niður aftur, það partur af þessu. En það að hafa húsið tilbúið til þess að taka móti þeim sem að koma í erfidrykkju ætti að vera hluti af því að flagga og þegar það búið og því lokið og gengið frá húsinu, það að taka niður flaggið aftur. Þetta bara í rauninni einhverju verkferðlar sem það þarf að koma á. Kannski ekki flóknari heldur en það að fara stað með eitthvað kynningaráttak það að við getum ekki séð að flagga. Mér finnst það hálf lítilmannlegt. Takk fyrir það. Eru fleiri? Ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu. En auðvitað, sko, eru útfarir í sveitafélaginu og ekki erfidrykkjur í íþróttahúsinu, sko. Það auðvitað þannig, það veitum við. Þannig að þegar við erum að flagga fyrir látnum að þá það auðvitað virðingavottur við hinn aðstandendur og hinn látna og það ekkert samhengi á milli þess að fólk deyr í sveitafélaginu og það sé erfidrykk í íþróttahúsinu. Það auðvitað fjarri lagi. Gerðu svo vel, Margrét. Já, ágætu fundamenn. Þetta mál búið að fá umræðu bæði í þessari nefnd og eins líka íbúðaráði og þetta tilkomið og inn á okkar borðið af því að þjónustumiðstöðin kallaði eftir þessu. Þeim finnst þetta óþægilegt að vita ekki af einhverju útför eða hvernig sem það þau fá ekki fréttir af því og svo hringt alveg brjálaði í þjónustumiðstöðin okkur ekki búið að flagga og það notabene bara hér á Hellu. Þetta virðist einhvern veginn ganga upp á Laugalandi og niður í Þykkabæ þar sem náttúrulega líka verið að leigja okkar hús. Ég held að þetta sé ekkit eitthvað stórtækt kynningaráttak og ég held eins og þetta hefur verið praktiserað núna þá kvenfélögin ef þau eru stundum með erfidrykkjur þá hafa þær stundum hlaupið út og flaggað. Þetta bara spurningin að koma ábyrgðina af þjónustumiðstöð. Af því að þjónustumiðstöð hefur bara sinnt þessu hérna á Hellu. Einhverju hluta vegna það þannig og það var bara óskað eftir því að það líka mjög óþægileg staða sem þú setur fólk í að því sem kentum að sína hinnum látna vanvirðingu af því að fánum var ekki settur upp. En hver á að upplýsa að það eigi að gera það? Þetta ekki alltaf fólk sem rótgróið hérna í samfélaginu. Þannig að þetta kannski helst það, þetta bara að fá leiðbeiningar til þjónustumiðstöðar. Það það sem fyrst og fremst vera að kalla eftir. Ég held samt að þetta ekki flókið í framkvæmd. Þetta rauninni bara að fáninn mun liggja í íþróttahúsinu hérna á Hellu. Ég bara verða að viðurkenna, ég veit ekki hvernig fyrirkomulagið upp á Laugalandi og niður í Þykkabæ. Hver sér venjulega það? Það ekki bara samfélagið? Ég þekki það ekki og það var ekki til umfjöllun og það var ekki ákall að breyta einhverju þar. Þess vegna ekki minnst á það hjá okkur. Þannig að ég held að við ættum að setja einhverja smá línur allavega. Þjónustumiðstöð sinni þessu ekki. Það fyrst og fremst það og það bara útskýra þetta fyrir þeim, útfararstjórum og kvenfélögunum ef þau eru með erfidrykkjur og bara að þetta sé vinnulagið. Ég held að þetta sé bara svona svolítið að koma þessu á þann stað. Og ég efast ekki að starfsmenn íþróttamiðstöðar myndu eflaust ef það erfidrykkja hérna í íþróttahúsi og þeir vita af því að þá eflaust hoppa þeir út og flagga. Þetta ekki flókið. Þóttu þurfum að fara niður á Árbakka. En nóg í bili. Takk fyrir það, Ingvar Gjörsvöld.
Já, Oddviti, eins og ég sagði í fyrirræðu minni, ég get alveg skilið það að þjónustumiðstöðin vilja losna við þetta verkefni og ég hef ekkert á móti því. Ég eins og bara ósammála niðurstöðu bæði þessar nefndar og hinnar. Þetta eru nákvæmlega eins og bókanir ef mann rétt. Og ég velti því fyrir mér sko ef að þarna verið að tala um jafnræði og eins og kom fram hérna réttilega hjá varaoddvita að það einhver þjónusta í gangi innan sveitafélagsins í Þykkvabæ og á Laugalandi. Hver það gerir, hvort að það húsvörður eða hvort að það kvenfélagið eða hver það nákvæmlega þekki ég ekki. En mér finnst þú allavega lágmarka að það sé skoðað og upplýst að við séum þá að gæta jafnræðis gagnvart íbúum hér og þar og við vorum náttúrulega að leggja áherslu á að það verði jafnræði gagnvart þeim sem að leigja af okkur íþróttahúsið. Það fullt jafnræði að setja reglum það að ef að íþróttahúsið leigt undir erfidrykkju að þá sé flaggað og þá það bara skýra leikreglur og þá geta hinir sem ekki ætla að halda erfidrykkju farið og fengið fánan út í íþróttahúsi og flaggað honum. Það bara reglur en að við séum þá að gæta jafnræðis gagnvart öðrum íbúum og við séum þá með að við hættum þess ekki bara alveg og svona hendum þessu frá okkur bara því að ein stofnun vill ekki vinna þetta. Ég held að það sé hægt að leysa þetta með öðrum hætti. Eru fleiri? Ég ætla að leggja til að þessi tillaga nefndarinnar verði samþykkt. Þessum vilja gera svo vel Björk. Oddviti með langar svona ljósið þessar umræðar sem hefur farið hér fram og mér heyrist svona við kannski nokkurn veginn sammálum að það eigi að flagga með einhverjum hætti hver svo sem ber ábyrgðina að mér langar að leggja til bara að sveitarstjóra verði falið að skoða hvernig þetta er gert eins og á Laugalandi og í Þykkvabæ og þá setja eitthvað á línu það hver minni ber ábyrgðina að vera sé flaggað og leggja það fyrir næsta fund. Herðu, það bara besta mál. Gerðu svo vel, Dísa. Ég ætla að veit það að á Laugalandi hefur kvenfélagið sem sér í vildum erfidrykkjurnar þar hefur bent húsverði á að það er flagga, segir honum reglunar og ef hann er ekki viðstaddur þá hefur kvenfélagið verið að gera þetta. Þetta aðstandendur hafa allavega ekki komið nálægt því. Herru, þá held ég að þetta sé orðið ágætt þetta. Við þessi geta samþykkt tillögu nefndarinnar vissar að gefa merki og auk þess að sveitarstjóra verið falið að skoða hvernig þetta er á Laugalandi og Þykkvabæ eins og Björk var að leggja til. Það verið bókað jafnframt. Er það ekki? Var það ekki verið að biðja um það? Ég held að það sé engin ósvinna þó við frestum bara afgreiðsluna á þessu. Bara frestum afgreiðslu málsins og sveitarstjóra verið falið að skoða þetta hvernig þetta er niður frá, ekki það sem þetta snýst um það. Allir sáttu við það? Það er samþykkt. Menningarstyrkur Rangárþings Sytra, þar sem nefndin hafði samþykkt breytingar á reglum og leggur þær fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Ég ætla að gefa orðið laust. Er ykkur sem hefur eitthvað út á þessar reglur að setja? Svo er ekki, þá leggir til að það verði samþyktar. Það er samþykkt. Svo lítið nú á næsta mál bara til kynningar. Við vorum nú afgreiðandi í fundargerðinni hérna á undan. Og að öðru leyti ber ég upp fundargerð markaðs- og menningarmálanefndar. Skylda Sannitanna við að gefa merki, það er samþykkt. Þá er það fundargerð íbúðaráðs. Og ég legg til að þetta mál fái nú ekkert frekar umræðu. Við erum búin að ræða það alveg
Þannig að þetta nú bara til kynningar, þetta fánamál hérna í fundagerð hérna íbúðarás. Svo er hér 17.2, það sorpmál þar sem að íbúðarráð ítrekkar óskísinir að fjölda grenndarstöðum meðal annars í Þykkvabæ og leggur til að ráðust í kynningaráttak og vitundavakningu vegna sorpmála. Íbúðarráð leggur einnig til að flýtt verði því að skipta út mæjuspókum fyrir bréfpóka fyrir lífræna sorpi eins og þegar hefur verið ákveðið hálfuðu sorpstöðvarinnar. Íbúðarráð leggur til að skipulaður verði viðburður í kringum stóra plokkdaginn 27. apríl. Já, og það er sem sagt lagt til að þessu verði vísað til hérna stjórnar sorpstöðvarinnar. Það er jafnframt leggjum við til að útfærslan á plokkdeginu verði vísað til umhverfisnefndarinnar, hvernig við stöndum að honum og varðandi pappírspókana þá er það verkefni hafið, komið í gang. Varðandi grenndarstöðvarnar og kynningaráttak vegna það er eiginlega það sem stendur eftir, það tökum við inn í stjórn sorpstöðvarinnar. Við erum svona aðeins á milli vita þar, það er verið að auglýsa eftir nýjum framkvæmdastjóra og hérna, þannig að það er svona smá. Þessi geta samþykkt þessar tillögur íbúðarráðsvísleggjamerki, það er samþykkt. Þá er það framkvæmda og eignarnefndin, það er stækkun skólasvæðis á Hellu, þar sem Tómas Haukur fór yfir stöðu framkvæmda varðandi annan áfanga skólabyggingar á Hellu. Jafnframt lagði hann fram minnisblað varðandi framkvæmdur og innkaup vegna skóla eldhús. Nefndin leggur til að forstöðumanni eign- og framkvæmdasviðs verði veitt heimild til að panta grunnbúnað í nýtt eldhús grunnskólans og Heklukots á Hellu í samræði við fyrirliggjandi gögn. Við erum núna hér að samþykja það að ganga til samninga við lægst bjóðanda. Þetta var búið út, eða var gerð verðkönnun á hérna búnaði í eldhúsið. Þessi geta samþykkt hafísleggjamerki, það er samþykkt. Þá var hér erindi frá ungmennafélaginu Heklum, breytingar og fyrirkomulagi framkvæmda vegna æfingaðstöðu fyrir frjálsar. Lagt er til að núverandi körfuboltavöll verði lagður tartan en frestað að gera hlaupabraut meðfram gervigrasvöll og horft til nýsvæðis norðan gervigrasvöllar. Nefndin lagði til að laust tartanmottur verði lagður á núverandi svæði og forstöðumann eign- og framkvæmdasviðs farið að vinna áfram. Þessi geta samþykkt hafísleggjamerki, það er samþykkt. Þá er það hérna liður 19 sem er hérna starfshópur gervigrasvallar. Þar sem að hérna á fundin mætti Ómar Mokk frá VFSO og fór yfir það tegundir á gervigrasi sem er í boði og hvaða lausnir er verið að nota á Íslandi. Auk þess að farið yfir ýmis mál varðandi væstu skref í útboðum á jarðvinnu og lögnum á gervigrasi og það var lagt til á þessu fundi að vinna útboðsgögn á 50-60 mm gervigrasi með innfyllingar efni. Ég hafði vonast til þess að minnisblaðið sem hann lofaði að senda okkur hefði verið komið fyrir þennan fund en hann var ekki búinn að senda það því miður. En hérna, ég held að sé fundur hjá KFR í vikunni þar sem ég vonast til þess að þetta minnisblað geti legið fyrir þeim fundi. En allavega þá er málið þannig að það var kannski niðurstaða þess að fundar að Ómar þessi að hann vinni útboðsgögn til þess að fá verð í grasið. Þannig að það er hér lagt til að niðurstaða starfshóps gervigrasa alltaf verið samþykkt. Það er raun og verið ekki verið að samþykja neitt nema bara láta vinna þessi gögn, sko. Og svo er það búið út í framhaldi. Allir sammála því. Herðu, þetta er nú fínt. Þá erum við komin hérna að lokum fundar og erum með fundargerðir hér nokkrar til kynningar og umræðu og hérna ætla ég bara að gefa ykkur kost á því að þið viljið taka til máls undir ykkur fundargerða ef það er eitthvað sérstakt að
hafa það opið í smá stund. En ef að það ekki að þá held ég að við bara slítum þessum ágæta fundi og ég þakka ykkur bara fyrir fundin. Takk fyrir.